Og áfram höldum með föstudagsþáttinn. Nú komið að listasumri á Akureyri og þau eru komin til mín frá Akureyrarstofu, Almar og Edda Borg. Velkomin. Takk fyrir. Heitir þið ekki bara listasumar á Akureyri? Jú, það passar. Já. Og þetta nú ekki fyrsta sinn og ekki annað sinn, heldur? Þetta búið fjöldamörg ár. Já, við erum ekkert eins og að tala það. Undir þessu formyrkju samt síðan 2017. Ok. Já. En já, eins og þetta akkurat núna. Og þetta alltaf svona nokkri viðburðir sem raðast saman, það hvað, 17. júní, Jónsmessa, svo listasumar og Akureyrarvar? Já, Jónsmessan og svo hittast Jónsmessuhátíð og listasumar. Já, kissast svona. Og svo endar þetta allt saman á vökunni, sko. Já, afmælisdegi Akureyrar, eða ekki? Já. Ok. Og þú ert að gera þetta í fyrsta sinn? Vissulega. En Almar er ekki alveg nýr nálinni? Almar er hókinareynslu. Hókinareynslu. En ég er svona fylgir næst. Já. Og það er bara alltaf gott að minna fólk á að það eru alls konar viðburðir í gangi, margir ókeypis. Og getum við aðeins svona bent fólki á, hvað er svona helst sem það þarf aðtöga? Sko þegar við byrjum árið 2017, þá var svona mitt fyrsta verkefni að reyna að koma ákveðinni rútínu. Þannig að fólk geti bara gengið inn í og það heldur áfram. Og það er sem sagt alltaf eitthvað með að vera á hverjum degi. Þannig að segjum til dæmis að pæli að það er þriðjudagur. Bara já, ok, það er eitthvað með að vera í deiglunni. Það er pottþétt. Alltaf á þriðjudögum í deiglunni? Í listahátíð. Fimmtudagar hafa við annarlega verið í Hofi, en núna verður listasafnið. Ok. Og síðan erum við hérna mánudaga, þá er svona skemmtileg leiðsögn iðnaðarbæinn Akureyri. Ok, alla mánudaga? Já, alla mánudaga. Þriðjudaga verður bókasafnið með tónlist í hádeginu, sem DJ Vélarnar ætlar að gera. DJ hvað? DJ Vélarnar, hann ætlar að þeyta skífum úr skilum safnsins. Ok. Þannig að ef maður vil poppa upp þriðjudag hjá sér, þá fer maður í hádeginu á bókasafnið. Og alltaf opið líka kaffihúsið? Já, það verður þar. Allir pakkinn. Og svona alls konar skemmtilegt, sko. Ok, þetta er frábært. Hvað með bíósýninguna sem ég rambaði inn á fyrir 2 árum í Slökkviliðsstöðinni, það var svo geggjað. Já. Er það eitthvað framhald af því? Það verður kannski ekki fastu viðburður í ár, en við erum svona að skoða hvort það komi ekki kannski svona 2-3 ár, svona pop-up, kvikindis, listasumar-sýningar. Það er ákveðin kvikmyndaklúbbur sem myndi þá halda utan það og koma með það inn í... Með okkar aðstoð. Já. Það finna einhvern góðan stað, sko. Þannig ef það er einhverjum úti sem vill endilega halda okkur, halda viðburð. Það er alltaf ekki búið að loka og læsa dagskráni? Nei, það er alltaf opið. Það geta allir sótt um. Hafa samband, bara listasumar.is. Og er ekki líka smá styrkur í pottinu, eða er hann búinn alveg? Það var hægt að sækja styrki fyrir einhverju síðan, fyrir að viðburðum á listasumri. Sá pottur það er búið að klára hann. Já, þannig að það sér maður viðburði núna á sumrinu, mjög flotta viðburði. En það er náttúrulega alltaf hægt að heyra í okkur, það er góð hugmynd, kannski þetta finna eitthvað í veskinu. Akkurat. Alltaf hægt að skoða. Svo erum við líka með fullt af smiðjum, listasmiðjum. Tölum aðeins það? Það er einmitt svona alls konar. Er það á ákveðnum dögum? Það fer eftir bara... Það eru í júlí, það hafa vanlega verið í ágúst. En það sem við styttum listasumar aðeins núna, það er bara til 31. júlí. Já. Í staðinn fyrir að Akureyrarvaka. Að teygja þetta alveg, já. Já, af því að Akureyrarvaka er rosa seint í ár. Já. Hún er 30. og 31. ágúst, sem er mjög seint. Og það við viljum aðeins meiri undirbúning bara á að gera... Þú akkur er svona seint að því að Akureyri er alltaf afmæli sama dag, hvað? Já, það er skal ég segja þér... Æxlaðist það bara þannig? Já, Reykjavíkurborg ákvað að færa menningarnótt á okkar space. Nei, það má ekki. En það er bara í ár. Það er bara í ár? Já, því að færa svona aftur og sinni annan tíma. Ok. Þannig að það er alltaf færast ákveðið. Þetta er bara hugsa í lausnum, sko. Hugsa í lausnum, frábært. Þannig að við færum þetta bara aðeins lengra. Og vinnusmiðirnir eru þá í júlí og aðeins að fara yfir hvaða vinnusmiðir eru í boði og fyrir hvern? Við erum bara fyrir alla. Við erum til dæmis með gamalt verður nýtt, Rösk, hópurinn með það. Ok. Snýst svona, að nýta eitthvað sem annars yrði bara hent. Finna einhvern annan tilgang? Já, gefa því svona nýjan tilgang. Nákvæmlega. Svo erum við með sirkussmakk. Já, sem Unnur Húladúlla ætlar að vera með. Það er æði, held ég. Mjög skemmtilegt. Síðan sem kannski svona, hvað næst okkur í byrjun júlí þá verður módelteikning í deiglunni, þannig að fólk sem hefur áhuga að læra að teikna almennilega, það getur komið. Verður nakinn mannslíkami, módel? Mér skilst það. Þú verður bara að mæta. Já, það er að koma. En þetta er alltaf fullt af listasmiðjum, síðan það verður hjólabrettanámskeið, það verður BMX, hlaupahjóla,
sem náttúrulega ákveðin list líka. Eitthvað á sjónum, eitthvað siglingar, eitthvað? Nei. En það verður dans, upptaka, laga, smíðasmiðja, allt mögulegt. Hvað að tala um margar smiður? 10-20 smiður eða? Nei, ætli sé ekki svona 10-12 cirka. En síðan náttúrulega alltaf hægt að bæta þau. Já, einhverjum er geggjað hugmynd. Ef það hefur áhuga, þá bara maður gera annars. Bara, ef þú spyrir ekki þá er svarið nei. Það er bara samband. Og þetta getur maður allt fundið hvar til að kynna sér dagskrána? Listasumar.is er bara langeinfaldast. Og það leiðir þið á Facebook-síður, Instagram og einstaka viðburði kannski? Já, og einstaka viðburði. Já, við erum einmitt mjög virk á samfélagsmiðlunum. Þannig að það er bara, við komum til með að vera svona kortir í óþolandi líku við. Og sýnileg og alls staðar. Já, auðvitað. Og fljóta svara ef einhver sendir skilaboð. Já. Við erum sérst vinnum þetta í gegnum Facebook-síðu Akureyrarbæjar. Já. Þannig að gera að læka Akureyrarbæ. Já. Og þá fær maður þetta allt upp. Þá sérðu, þú veist, og minnum við á því daginn og núna er föstudagskvöld og helgin framöndan. Er eitthvað svona sem við getum kynnt helgina? Það er til dæmis strax á morgun í Davíðshúsi klukkan 8 kvöldið. Ætlar Stefán Elí að vera með svona kósí tónleika. Það er líka frábær umgjörð. Það er æðisleg umgjörð, sko. Það er nýtt. Davíðshúsi er svona með listasömmri núna. Já, nú ætlar að koma inn í það og það verður á laugardögum. Alltaf á laugardögum. Misjætt eftir tíma, hvaða viðburður er. En er það oftast tónlist eða er það alls konar? Það er oftast tónlist eða einhvers konar flutningur. Já. Það býður svo sem ekki upp á neitt mikið annað, upp á bara rýmið. Ekki mikið sirkus. Já, en svo til dæmis eins og við erum alltaf á Sumar og Kaffi Sól. Já. Það er alltaf á miðvikudögum. Og Kaffi Sól er? Það er á Hlíð. Já. Og það til dæmis við vorum með ljóðalestur og svo verðum við næst núna 3. með mæðginin Egil og Höllu og þau verða með óskalög. Þannig að það er ekki bara tónlist. Eru þau þá að fara að syngja eða spila? Þetta er nefnilega svo dásamlegt. Þannig að Egil kom og spjallaði við fólki sem býr á Hlíð og tók niður óskalög. Þannig að þau ætla bókstaflega að taka óskalög. Og ætlaðu bara að spila af grammófón þá? Þau verða, það er sem sagt píanó á staðnum og Egil ætlar að spila undir og þau ætla að syngja saman. Þetta er svona fjöldasöngur. Þetta er nefnilega svolítið svoleiðis. Þetta er einhver Egil sem að banka upp á ykkur. Þetta er bara félagi minn úr tónlistarskólanum. Félagi þinn úr tónlistarskólanum? Þetta er geggjað. Það eiginlega sko, ég verð að segja, það erfiðasta við þetta er að ég get ekki mætt á allt og tekið þátt í þetta. Þannig að ég er alveg bara... Þú ert ekki í vinnunni? Já, en ég náttúrulega, við erum alltaf á staðnum og svona og þetta verður bara, já, þetta verður æði, sko. Bara brekkusöngur og Já. Þetta er svona tímabilið sem við erum alls staðar. Já, þetta er það sem ég heyri bara þessa dagana, bara, veitu, varst þú ekki í sundlauginni rétt á þannig? Hvað er að gerast? Áttu marga einingja-tvíbur og það? Þannig að já. En sem sagt, listasumar er komið alveg í blússandi gang og að gera kynna sér dagskrána og vera með því að þetta er bara stuð. Listasumar.is, þá eru allar leiðir greiðar. Takk kærlega fyrir að koma og segja okkur frá þessu. Góða skemmtun. Sömuleiðis.